Þá tölum við herri afleiður falla og afleiða falls F neitt fall. Svo táknum svona. Ef hægt að deilda aftur og ef F mert deildanlegt allavega á einhverju bíli sem í formingi F mert. Það að segja að þessi formúla hér uppfyllt á stöfnur á 0 F af ég látum A vera bara einhvern punkt á þessu bíli I og nú þurfum við að hafa þetta formúlu fyrir F mert í Newtonskotunum og hérna höfum við þá F tvímert í punktinum A. Nú erum við bara hvernig við hugsaðum þetta. Við reiknum þetta hérna út og ef þetta hvorki blús óhundilegt ég mínus óhundilegt heldur ykkur ótvíræð rauntala markgildi Newtonskotans eða sama frá vinstur hægri þá segjum við það sé þessi tala og táknum hana svona. Þá með strángt tekið F mert fallið, þetta afleiðan, þetta þá afleiða falsins F mert og hún einnig táknuð ég það náttúrulega F tvímert og síðan F og svo setjum við hérna upp við koll eins og oft hefur verið deildað tvísvar þess að maður hafa sviga sem opnast og lokast þarna utanum tvistinn. Þetta sem sagt önnur afleiða eða við segjum dx hvað það sem á að deilda með t til x? Jú, afleiðuna og þetta nú skrifað þess að df dx hérna deildum við f tvísvar og svo lítum við þetta hérna sem heila stærð það gerir beitt tvísvar skrifum aldrei þess að svíga samt þannig þetta dx í öðru. Nú það líka hægt að skrifa þetta svona við setjum bara afleiði virkjan hér allan dx í öðru af fallinu x og stundum sem að svíga hér það maður ætla að vera mjög skýr á því og það sé ógert að deilda en það standi til og svo takkum við ég kann ágætlega við tökum afleiðu falsins F tvísvar og ef það þarf að koma skýrt fram með tilliti til hvaða breytist stærðar ef verið að taka afleiðu þá til dæmis setjum við x hérna já eða ef þetta fall af tíma þá kannski t hér já það alveg augljóst þá getum við sleppt í svona. Nú fallið F tvímert kallast ég það talað hana svona þetta önnur afleiða falsins F second derivative og F tvísvar deildanlegt þetta orðfærið og F svona tvísvar sinnum deildanlegt eða diffranlegt eða bara tvísvar deildanlegt. Nú almennar ef F n sinnum deildanlegt n sinnum deildanlegt þá enda eins og áður önnur þriðja enda afleiðan eða afleiða F táknuð helst svona. Við getum aðeins skoðað ef n-ið 0 hvernig við lesa þetta. Þetta eitthvað fall sem að hefur ekki verið deildað. Þannig þetta fallið sjálft og F
einu sinni deildað. Og þetta skrifum við nú oftast svona, F-mert og önnur afleiða. Og þetta skrifum við nú oft svona, önnur afleiða. F-mert, mert, tvímert. Og þriðja afleiða er líka venjulega táknuð með svona 3 priggum, F3-mert. En fjórða afleiða er yfirleitt táknuð svona. Fjórða afleiða F. Ég held að maður sjá yfirleitt ekki F. 4 svona. Þetta er nú samt alveg að vera skýrt. Nú þá kannski borgar sig fyrst að skoða afleiðu endastigs einliðu. F af x er x í enda. Og hérna er n talning. Já. Svo getum við reiknað. F mert í x. Það er þá n sem x í veldinu n mínus 1. Og nú ætla ég að hafa hitt táknmálið, að skrifa frekar fyrsta afleiða svona. Og önnur afleiða svona. Það er þá n og svo fellur n mínus 1 úr veldisvísinu framfyrir, x í veldinu n og veldisvísinu lækkar 1. Tökum þriðju líka. Þriðja afleiða er þá n sinnum n mínus 1. Þessi fellur fram og setjum hann hingað bara því að við ætlum að setja upp ákveðin hátt, n mínus 2 og veldi lækkar 1 og n mínus 3. N mínus 3. Það er ofta svona kepli hjá okkur að reyna að sjá almenna formúlu, hvernig er káta afleiðan. Og við horfum nú á svona tölurnar allt í lagi, ef það er 1 hér og 1 hérna, já. Og eitthvað meira út þessu, 2 hér, það er tvistur hérna líka, en þessi tala kemur hérðan einu minni þá heldur en hérna er 1 og hérna er 2. Ég ætla að giska á að káta afleiðan hljóta lítið einhvern veginn svona út. N og n mínus 1, henni er búin að deilda 2 og búin að deilda 3 1, 2, 3 niður já. Hvenær er ég búin að deilda k-sinum? N mínus k minus 1, svona. Og þá stendur hér x í veldinu n mínus k, búin að deilda k-sinum. Allt í lagi. Þá get ég nú líka, ég fellt þennan sviga, bara skrifa hér í staðinn mínus k plus 1. Mínus k plus 1. Þá gæti mér nú líka dottið til hugar að það sé þægilegt að lengja, skrifa nú allt þetta hér upp aftur og lengi með n mínus k hrópmert. Þá er ég komið með n hrópmert fyrir ofanstrik, en fyrir neðanstrik er ég með n mínus k hrópmert. Og svo náttúrulega x í veldinu n mínus k, það er ekki breyst. Þannig þetta er ágætis formúla. Það er að segja að káta afleiðan er þessi tala. Nú ef ég deilda n-sinum, þá getum við sett það hér. Ef ég deilda náttúrulega n-sinum, þá ætti ég að koma með fasta. Og hver er hann? Þá erum við bara á hérna formið sem við þurfum að saffærast ef að k-ið, þannig til þess að til hversu oft ég hef tekið afleiðu, káta afleiðan, þá er þetta orðið n, þetta er orðið n, já þetta er n, og n mínus n hrópmert er 0 hrópmert sem er 1, n mínus n upp í þessu veldi verður x í 0 sem er 1, þannig að við deilda endastigs einliðu, þá fæ ég bara n hrópmert. Þá getum við nú prófað dæmi, skrifum núna dæmi og svona, við skulum segja að f af x sé
x í 7. Svo er spurt hvað er 5. afleiða. Þá getur nú, þetta getur við náttúrulega deilda 5 sinnum og við sjáum nú kannski fyrir hratt við sögu. Þá fáum við einu sinni, þá fáum við 7, sinnum 6, sinnum 5, sinnum 4, sinnum 3, 1, 2, 3, 4, hvað er þetta margar tölur? Fyrst kemur 7 einu sinni, svo kemur 6 og 5 og svo kemur fjarki og svo kemur þristur 1, 2, 3, 4, 5. Þetta er að tala sem er fyrir framann. X í veldinu 2, við erum búin að éta af 7 5 sinnum. En ef við notum þá þessa hérna reglu, þá getum við sagt strax allt í lagi, þetta eru 7 hrófmert deilt með 7 mínus 5. 7 mínus 5, það eru 2 hrófmert og svo x í veldinu 7 mínus 5, x í veldinu 2. 7 hrófmert, við kunnum þetta upp í 10 hrófmert. Það er, tala sem er alltaf í þrísundutöflunni, 5040 og helmingurinn af 5000 er 2500 og helmingurinn af 40 er 20. Þannig að þetta er 2520 sinnum x í veldinu 2. Og svo skulum við skoða fleiri dæmi.